Yes I am, I'm a crazy bastard. Þetta þátturinn FM 95 Blö á FM 957 og já, þegar þetta lag heyrist þá þýðir að það þriðjudagur og Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull eða Krúttbollan með mér. Vertu velkomin Sveppi. Takk fyrir það og takk fyrir hlustunina kæra íslenska þjóð. Já, nú hefur þjóðin aldeilis sest fyrir framan útvarpstækin og að hlýða á tvo bestu útvarpsmenn landsins. Það hárrétt þegar það ekkert annað í gangi. Það ekkert annað í gangi. Það þetta landsleikur í gangi og fyrir ykkur sem eru út að keyra og vitið ekki hvernig staðan þá 20-15 fyrir Spánverjum og maður við það að æla í buxurnar. Maður getur orðið svo pirraður að horfa á þetta stund. Og þið sem eruð að hlusta á útsettinguna, endilega skiptið yfir á FM 95 Blö. Já. Hvernig var stressi? Þessi var fallegur hér. Þessi var góður hjá mér sko. Þetta finnst ekki alveg að ganga á íslenska lið. Já, þeir missa boltan aftur. 20-15 og Spánverjar með boltan en... Það allir að horfa á leikinn. Nei, það fullt af fólki núna að keyra heim, það fólki í vinnunni sem getur ekkert frá að horfa á leikinn og bara að hlusta á þáttinn sko. Nei. Ég get alveg, hvað heldur þessi bara enginn að hlusta þó að Íslands spátt klukkan 3. Það vinnandi fólk hérna í þjóðfélaginu sko. Ég hef alltaf haldið því fram að þetta sé svona eins og þegar skaupið í gangi sko. Nei, það kannski ef þetta væri undanúrslitaleikurinn í EM-sveppi og við ættum senn sko. Ég vil meina það að sé einhvað fólk að hlusta á okkur, ég get alveg lofa þér í. Og, hvað séru? Ringdu bara eitthvað, ég skal lofa þér í það einhver að hlusta. Bara horfa á leikinn. Bara hringi einhvað númer? Veldu eitthvað númer. Ok, maður sjá, bara 8, 6, 1, 24, 7. Veldu bara eitthvað númer. Já, ég að hringja bara eitthvað. Við tökum 3 og ég með 500 kall, ég segi 2 af 3 sé að horfa á leikinn. Ok. Koma! Upp með þig. Herri, þetta bara eitthvað númer. Halló? Segðu. Þetta möguleiki sko. 26, það voru mikið til 4 mörk, Spánverjar með boltan. Segðu, veistu akkur ekki svarað? Akkur? Af því að það með hann á silent, af því að hann að horfa á leikinn. Nei, verður ekki þessu bulli Sveppi. Ég skal prófa þetta eitt númer enn. 8, 9, 8, 44, 20 eitthvað. Svona, prófum þetta númer þann. Sveppi vil meina að sé enginn að hlusta því að það sé allir að horfa á hana landsleiku. Ég að prófa hérna annað random númer. Að þú kannski að horfa á leikinn. Þessi líka með hann á silent. Nei. Hann að horfa á leikinn. Við erum bara ekkert að ná að ringja neitt sko. Nei, það því að það allir að horfa. Það ekkert út af því. Herðu, það skeitir, bara hættu þessu bulli Sveppi. Sko, hérna bara, það er nú að ringja okkur. F9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað er verið að bralla? Herru, ég að fara á leiðinu fyrir Hlíðarfjall og ég ætla nú bara að segja ykkur að ég að hlusta á ykkur. Já, sko, fólk að fara á snjóbretti og annað og að hlusta á leiðinu. Hættu þessu væli Sveppi. Hvað ertu með? Ég hlusta á ykkur upp í fjalli, sko. Já, ánægður með þig maður. Ferðu með útvarpið upp á fjall? Já, ég er með símann, útvarpið í símanum. Skíða niður brekkurnar að hlusta á Sveppa Krull röfla maður. Já, hlusta á ykkur ljúfi raddir á leiðinu niður maður. Það róaði þig í brekkunni. Þetta kemur í veg fyrir með dettur. Takk fyrir þetta, þá vitum við það og ég lofa við verðum með stútfullan þáttandar í dag. Já, þakka ykkur fyrir. Við bara heyrumst meistari. Já, þá erum við búin að fá það staðfest fyrir Sveppi að það er ekkert allir að horfa á leikinn og já, vonandi ekki því eins og ég kom inn að þá erum við Sveppi með stútfullan þátt. Bubbi Mortens, eða Ásbjörn Mortens er í hitaklefa dagsins. Já. Og já, það var nú ýmislegt sem við vildum öskra á Bubbi Mortens. Það er líka, sko, Bubbi Mortens er maður sem að þarf stundum að láta heyra það, sko. Já. Bubbi, stundu segir hann eitt og meinar annað og talar hitt. Já, Bubbi talar bara í hringi, sko. Já. Og hann veit stundum ekki eins og sjálfur hvað hann er að segja, sko. Nei, og það er svona ekta maður í hittaklefan. Já, við ringdum í Bubba, hann er í hittaklefa dagsins. Já. Svo erum við Sveppi líka með okkar eigin trailer. Við vildum, ég og Sveppi vildum meina hérna daginn, við vorum að hlusta á leiðinni heim í bílum svona á trailera sem eru í gangi á FM 957 og bara hvernig þetta hefur verið síðustu 10 ár. Allir svona morgun útast trailerarnir í gegnum árin og svona. Já, alltaf alveg sjúklegar, hressir og skemmtilegir og mikið stuð og líf og fjör. Já, og bara alltaf gerast einhvern veginn og það hefur aldrei verið þannig trailer frá okkur í útvarpinu. Nei, því að við erum líka ekkert eitthvað sjúklega hressir og mikið stuð þótt að við séum glaðir og allt það, sko. Já, við erum glaðir í hjarta og með sól í hjarta og... Já, það er stuð hjá okkur en það er ekki alveg sama stuð og virðist vera á mótnana sem er ótrúlegt að því að maður ætti nú að vera vaknaður og hressari núna, sko. Já, þú lítur út fyrir að vera nývaknaður. Lít ég út fyrir, þakka fyrir það. Það er lægja minn um útvarpið, svo sem. Og þú reyndir rosalega veiklulegur eitthvað. Í alvörinni? Nei.
En þannig að þið heyrið þann trailer hér á eftir og ég get lofað ykkur að það er mikið fjör í þeim trailer, það er mikið að hljóðum og hlátri og mikil stemming. Bjöggundi stuð. Já, bjöggundi stuð, svo ætlum við að ringja til Spánar og aðtuga hvort að Spánverjar séu jafn spenntir fyrir þessu leiku við Íslendingar og þannig að það er bara hellingur að vera hjá okkur strákunum, það er ekkert mikið flóknara. Ísland var að skora úr víti og staðin er 21-17 fyrir Spánverja. Það er allt hægt í þessu! 22 mínútur eftir, við ætlum að fá núna eitt restlag og þetta er nú eitthvað sem ef ég væri á snjóbretti, ef ég væri það töff að ég kynna snjóbretti, væri í brekkunni núna, væri að hlusta á Blöð og Sveppa Krull og svo myndi ég alltaf að heyra þetta, þá myndi ég bara, wow, nú ætla ég niður brekkuna. Já, með lokuð augun. Já. Þið er að hlusta hérna á FM 95 og FM 957. Ég og Sveppi Krull í miklum fíling hérna. Það þýðir ekkert að grenja við því þó íslenska landsliðs eða skýti í brók við 4 mörgum undir og Spánverjar með boltan. 20 mínútur eftir og allt getur gerst. Já, og lífið heldur áfram eins og eitthvað sagði. Og eins og alltaf á þessum tíma dags að þá er komið að slúður, pakka dagsins. Sveppi, ertu til í good shit slúður? Yeah, baby. Herri, ég ætla að byrja að segja ykkur frá Kim Kardashian. Ég hef mikið fjallað hana í slúðurinn hérna upp á síðkastið og... Þetta ekki annað hægt. Nei, hún er með sinn raunveruleika þátt og stendur í erfiðum skilnaði. Já, ég er endur að verða svolítið þreyttur á fjallum hann, ég viðurkenna. Þetta getur verið síðasta slúðurinn með henni í smá tíma. En hún vill núna meina að það hefði miðill sagt henni að hún ætti að skilja við manninn sinn. Þetta sagði hún, þetta var sýnt í þættinum Chloe og Kim eitthvað Take on New York, eitthvað svona spin-off úr hinum þættinum. Örgulega álíka sami viðbjóður. Kim and Chloe takes New York, Kim and Chloe takes Miami. Já, ég veit það. Maður festist stundum yfir þessu sko. En faðir þeirra, hann lést árið 2003 eftir baráttu við krabbaminn. Það var börnunum hans oft sagt frá þeirri sorg sem þau upplifðu. Þá hvað hann er heppinn, maður er laus við þessi. Rólegur Sveppi. Og hérna, hún vill meina... Já, sorry. Hún vill meina að sko pappennar hafi viljað og myndi skilja við hana Chris Humphries og það er myndan hérna, sér hana hágrenjandi, þetta er bara, það er eitthvað bara kjánalegt við. Gælt ekki vera að hafi verið einhver fjölmiðl sem að sagði að hún ætti að skilja við hann? Já, líka, þetta er eitthvað, ég nenni ekki að fjalla um þetta lengur, þetta er svo leiðilegt málmaður, allavega. En hún er allavega, ég væri til í að senda mann og láta hann að hverfa. Kim Kardashian? Nei, það er ekki alveg svo slæmt, sko. Ef ekki láta að drepa hana? Nei, það er hringið Johnninga bara. Við erum ekki alveg svo grófir í þessu. En vissulega orðið þreyttur þessum fréttum þennan skilnað og endur þetta búið að skaða vörumerkið þeirra rosalega, sko. Já, en þetta er hennar lifibrauð. Það eru gæjar eins og við. Ég veit það. Að fjallum hana hérna á litla Íslandi. Einmitt. Akkurat. Herðu, við ætlum að fara yfir í, mun betri stjörnu eða celeb og maður sem á allt gott skilið. Það er Kevin Federline. K-Fedin, það muna flestir eftir þessum 33 gamla dansara sem að giftist Britney Spears hérna fyrir nokkur mánuð síðan. Herðu, hann var núna í einhverju raunveruleika þætti í Ástralíu, hann fá ekki lengur verkefni í Bandaríkjunum, þar sem hann var í einhverju svona raunveruleika þætti sem gekk út á það að missa nokkur kíló, því að þessi 33 ára gamli maður er búinn að fitna 34 kíló að ég held, síðan hann skildi við Britney Spears og hérna er nú bara mynd á honum og það er eins svona étið Britney, það er ekkert flóknara sko. Sérðu það? Þetta ser munin á honum. Ói, hvað hann er feitur. Shit, hvað þetta er mikið feitabóla. Nei, hérna, en Greiði strákurinn, hann hefur fitnað greiðlega og hann var að taka þátt í þessum raunveruleika þætti á Ástralíu, þar sem hann var að æfa með einhverju ástralsku rúbbíliði og það var allt tekið upp, en nema það að hann, sko, fekk hjartaáfall, eða svona heart attack scare, svona vægt hjartaáfall. Já. Og hérna sjáum við hann, sko, hann er með sjúkragrímu og fór með sjúkrabíl upp á sjúkrahús og bara það var allt í pattið þarna, því að hann ofreyndi sig strákurinn og fór aðeins og geist í þetta í þessari meðferð. En ég verð að viðurkenna það að þetta er frábær náungi. Kevin Federline? Já, pælti því hvað er gaman að vera giftur Britney Spears. Já. Skilurðu? Og eignast með henni börn. Já, hann á 2 börn með henni. Þá ertu tengdur henni alla ævi. Já. Búinn að merkja hana þína, skilurðu. Já. Það er töff. Já. Og ekki nóg með það, svo slafrar hann í sig bara good shit burgers, endalaust, og er hann sjúklega feitur. Já, og drullu sama. Já.
þá kemur bara símtal. Heyrðu gamli, ertu til í að taka þátt í raunveruleika þetta í Ástralíu? Já. Ég vildi óska þess að ég væri spikfeitur og ógeðslegur. Herru, þú ert nú bara í þvílíku átaki núna og viltu fitna aftur? Já. Ef ég fengi símtal frá Ástralíu, já, maður fara þangað bara til að losa sig við kílóin. Tinu hann bara, heyrðu, ég bara í Ástralíu, þetta lífið. Já. He's living the dream. Já, hann að lifa drauminn, Kevin Federline í Þó samanlega. svo sé ekki að fá einhver verkefni í Bandaríkjunum, það kannski ekkert að, þetta bara flott hjá stráknum. Og rappplatan hans reyndar plömmaði í Bandaríkjunum, sko, sem alveg ótrúlegt, því að það voru mörg virkilega góð lög. Herru, síðasta slúðu dagsins, það vinn okkar sveppa 50 Cent. Hann tók sér til og tippa á mína menn New York Giants í ameríska fótboltanum. Þína menn? Já, ég held með þeim. Okay. Og sem sagt, þeir áttu þeir áttu litla vonum að komast í úrslitakeppnina. Sem sagt, í the finals til þess að það eru, sem sagt... Í ameríska fótboltanum? Já, það áttu að komast í úrslitakeppnina og liðið svo eru 2 lið sem að standa uppi sem segurar í segurri deildinni og fara í Super Bowl. Þeirra leit mjög illa fyrir New York Giants, þeir eru að vinna held ég í síðustu 3 af 4 leikjum. Þá tippaði 50 Cent á það að New York Giants myndi fara í the Super Bowl. Já, ok. Og herru, það gerðist svo núna á sunnudaginn að Giants tryggðu sér í the Super Bowl og hann fekk hvorki meira en minna en 70 milljónir íslenska króna. Nei. Jú, stuðullin var svo rosalega hár þegar hann veðjaði á þetta og hann setti ágætis pening á þetta. Ertu að grín? Og hann hérna búinn að segja inn á Twitternum að hann ætla að gefa ömmu sinni peningin. Þannig að amma hans 50 Cent og hún á 50 Cent ömmu? Já, þetta er bara venjulegur maður, Sveppi. Nei, venjulegur maður? Já. En ekki hvað? Þú veist hvað, heldur hann ekki ömmu svo ég og þú? Nei, mér finnst bara skrítið þegar svona kallar eiga ömmu sem að kalli ekki alltaf ömmu sína. Já, en allavega, þá ammans 50 Cent, hún núna $400,000 ríkari. Ég myndi skjóta hann ef ég segja hann. Jæja, við ætlum að, talandi 50 Cent, ekki bara við hæfið að henda á einu klassísku. Við höfum nú dansað þetta, Sveppi. Þetta töffarinn 50 Cent sem núna, $500,000 ríkar eftir að hafa veðjað á að New York Giants myndu komast í the Super Bowl. Já, þeir sletta skýrinu. Já, þeir sletta skýrinu sem eiga. Þetta þetta snillingur, eru við ekki ágætis 50 Cent á þetta, Sveppi? Já, svona 1 og 1 fínt með honum, sko. Já, mér finnst hann töffarið, sko. Já. Hann svona leita mínu svona uppáhaldsröppurum, sko. Og Eminem, ég elska Eminem. Já, Eminem endur alveg með það. Ég fíla hann í tætli, sko. Spilum hann eitthvað eftir. Já, endilega. Herðu, ég ætlaði nú að segja þér, þetta nú ekki merkileg frétt, en samt, sko, þetta sló mig pínu. Já. En samkvæmt nýjustu könnun í Bandaríkjunum og þá eru konur með lægri sársaukaþröskuld heldur en karlmenn. Ok. Og þetta lægri? Já, lægri, sem sagt, já. Þannig ef ég kýli þig og svo konu, þá meiðir hún sér meira. Já, women feel more pain than men, stendur hérna, sko. En þetta samt, sko, ég ekki alveg saman. Þetta óvart? Já, ég meina eins og, þú veist, ég gæti ekki fætt barn held ég til dæmis. Ég held ég ætti miklu merðuleikum með það. Það náttúrulega fyrsta lagi gæti ég ekki, nema það myndi koma út úr afturendan á með mér, en, þú veist, svona, ég veit það ekki, svona, konur eru með sársaukaþröskuld, sko. Já. Þetta gæti líka að koma mér á orð því ég svo mikill aumingi sjálfur, sko. Já, en Ég get ekki farið í kalda sturtu. En þú ert náttúrulega bara undantekningi sem sannlega reglana kannski, sko. Já, getur verið pínu þannig. Þú ert með ágætis þröskuld. Já, mjög mikið. Ég meiði mig lítið. Já, og þú líka flegið þér í allt einhvern veginn. Já, ég læt vaða, sko. Já. Sérðu þetta? Fann ekki fyrir þessum. Nei, ákveður þetta nutta þér ennið. Já. Þið sem heifa sittið, þið eruð vitni að því að hlusta á það þegar ég skallaði lyklaborð og borð á saman tíma og fann ekki fyrir því. Og ert eldröður enninu. Já, en kona, hún myndi með þessi meira. Já, ok. Greinilega, samkvæmt könnuninni. Sko. Og þú líka, ég man alltaf í gamla daga þegar maður verður að rífi í þær, sko. Já, rólegur. Nei, veist, maður var kannski eitthvað að gera. Veist, og greip kannski utan handlegg á þeim eða eitthvað. Hverju ert að lýsa hérna, maður? Nei. Ert að lýsa þegar þú varst í kisskísuð út af? Já, komdu í sleik, þetta ekki fara frá mér. Komdu. Nei, þær fá mjög auðveldlega marbletti til dæmis. Já, kannski, þú vilt meina að það sé fyrir enn hjá okkur kallmennunum? Já, það eins og að séu svona með fullri virðingu fyrir konum og ég sko orðið vitna því að sjá konum fæða barn og þrisvar sinnum og það náttúrulega bara, veist, það ætti að standa upp og klappa sko þegar það gengur upp. Já. Það ótrúlegt að sjá það. En það samt alveg eðlilegt að séu með aðeins minni sársauka. Já, kannski. Það máli með þig er að þú ert eins og kettling. Já, sér þetta.
Þetta fannst mér til dæmis ógeðslega vond. Ég get ekki skallað núna borðið sem þú, sko. En þú getur ekki slegið sjálfan þig. Já. Á þess að vera svona tilbúin í framan, búin að loka augunum og býta á jaxli. Hvað meinarðu? Hvernig á ég að slá mig framan? Bara slá þig á þess að býta á jaxlin og vera... Vákást með opin augun. Já. Þetta er Byrju, heldur ég geti það ekki, eða? Já, á þess að vera tilbúin. Auðvitað er ég tilbúin, ég veit ég að fara að slá mig. Hvað heimskur ertu? Já, en þú mátt ekki býta á jaxlin og vera búin að loka augunum áður um Áða mig núna, get ég verið eðlilegri? Er ég ekki mjög eðlilegur núna? Já. Ég veit það, ég loka aðeins augunum, ég veit ekki alveg. Oj, hvað það tapir. Má sjá, slá þig. Rest my case. Slá þig. Æja, við niður ekki myndaðlega, það er eitthvað við að sjá Sverrir Þór Sverrisson slá sig, ég hef alltaf gamla það, ég hef búin að sjá það í 10 ár. Við ætlum að fara hérna í stuttar auglýsingar og svo erum við með hitaklefan á Bubba Mortens, eitt besta útvarpstrailer FM 957 sem gerður hefur verið. Ójá. Það hefur aldrei verið jafn mikið fjör í einum trailer og við Sveppi gerum hérna fyrir í dag og ýmislegt fleiri ætlum að hringja til Spánar og annað fyrir ykkur sem eru að keyra heim. Það er 28-22 fyrir Spánverja, við erum 6 mörgum undir og 9 mínútur eftir. Evrópudraumurinn er úti. Magasín á FM 957. Tímasprengjan er alla þriðjudaga og föstudaga. Botnaðu textan, stafapressan, heilarhristingurinn og svaraðu vitlaust. Hver springur úr stressi á 15 sekúndum? Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Hvað vilt þú láta binda þig? Á höndunum, fótunum eða í 12 mánuði í ræktinni? Slepptu kjaftaðinu. 2,990 á mánuði og engin binding. Skoðu málið á reebokfitness.is. Dílar.is í dag. Brasilískt vaks á snirti á naglastofinni Beautiful Ice Colors á aðeins 3.250 í stað 6.500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. 2 sigursælustu lið enska boltans mætast í elstu og virtustu bikarkeppni heims. Liverpool, Manchester United í beinni á Stöð 2 Sport á laugardag. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Pítupartí á Pítunni. Pítan er alltaf fersk. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform. Þá er Club Fit málið fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredia.is. Lakkerón og þú týnir þig kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Breski tónlistarmaðurinn Ollie Murs með lagið My Heart Skips a Beat. Já, endilega hlustið aftur á þetta. Já, þetta, þeir eru að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 og ég beði að heilsa, sko, björgunarsveitinni sem hjálpaði okkur í nótt, Sveppi. Já. Þeir skildu nú vera að hlusta. Þeir stóðu sér vel. Þvílíkir snillingar, við Sveppi vorum fastur upp á heiði, Sverrir Þór Sverrisson þykist keyra á jeppa en náðu að festa sig í einhverjum pinkulitlu skafl. Nei, það var ófært. Og, hjálparsveitin aðstóð okkur upp á heiði og þeir eru að hlusta, þá bara taka þesslega aftur. Já, þetta verður til þess að maður eigði peningunum í rakettur. Já, ég meina, maður á að kaupa flugveldina að björgunarsveitunum. Og ekki var Örn Árnason að drulla sér upp á heiði og hjálpa okkur, sko. Nei, það er alveg hárrétt. Fæslega einhverja terta á honum. Hann er eins og fíklarni, sko. Hann er bara fjármagna eigin neyslu. Já, nákvæmlega, með því að selja raketur til að geta keypt sér fleiri raketur sjálfur. Já, en þetta er líklega 20. og annar versti dagur ársins til þess að plugga raketum. Já.
nákvæmlega. Það eru fáir að fara að versla rakettur í dag. Ísland er, hvað erum við mörgum undir? 5 mörgum, 3 mínútur eftir, vonlaust. Já, þannig að þessi leikur er steindauður. Markvörður Spánverja með sömu klippingu og ég og búin að loka markinu. Ég ætla að segja hérna sveppi, vísindamenn, þeir finna ekki G-blettin. Nú, er þið búin að leita lengi? Já. Á fullt af konum. Niðurstaða nýrra rannsóknar sem byggist á öðru rannsóknum gerðum á 60 ára tímabili er að segja að G-blettur svonefndi kynörvandi tauga enda blettur í kynfærum kvenna sé ekki til. Vísindamenn hafa gert spurningakannanir, nota sónartækni og tekið vefjasýni í leit sinna að G-blettinum og nú hafa ísraelskir og bandarískir vísindamenn farið yfir 96 rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu fyrirbæri og komist að afgerandi niðurstöðu. Það er engin vafi á því að torfundi líkamlegt fyrirbæri sem nefndi G-blettur er ekki til, segir Amakai Kilsjavevski. Sem er búin aldeilis að leita á honum. Já, og svona með myndina á hann, þá er hann ekki til þess að hann hafi nú ekki fundið hann og bara skrítið hann að fengi tækifæri til þess, nema allt svona í einhverjum rannsóknum og vísindum, sko. En þetta er svo plebbalig, hvað gera þeir núna? Er það bara, heyrðu, takk fyrir samstarfið, hérna. Já, þetta var gaman. Er þið með einhver aðra vinnu fyrir mig? En þetta er einhver sem maður allavega til í að leita að allæfi, það er nokkuð ljós. Já, það er nefnilega málið, þú átt aldrei að finna G-blettin. Nei. Þú átt að nota tungubrotin til að leita. Ég veit. Það er satt. Það er svo astalegt að sé bara verið að eyða peningum í einhverja rannsók. Bara, við erum að hérna safna liði, bútið nefnd. Við ætlum að finna G-blettin. Við ætlum að reyna að finna G-blettin. Eða allavega þá að reyna að komast að einhverju niðurstöðu það hvort hann er til eða ekki. Við hvað er það að vinna núna, ástu mín? Herru, við erum að leita G-blettinum. Ertu til í að koma? Hvernig gengur? Komdu bara buxnalaus í ból, maður. En þetta er samt sko, já, ég veit það ekki. Það er aldrei talað um neitt svona bletti á karlmönnum, mæntalega. Jú, enda þar mörn. Já, ok, skemmtilegt. Herru, jæja. Þetta er satt, maður. Er þetta satt? Hefur aldrei, hérna... Farðu nú varlega, Sverrir. Ég ætla að minna á það getur verið fólk að hlusta sem að leyfi börnunum sínum að skoppa full snemma fram á mótnana til að horfa á þig. En hef ég ekki hvað? Nei, ég, hérna... Ég dreig þetta tilbaka. Já, og þá leið sem að þú ert að fara, nei, ég hef ekki tjekkað á því. Nei, ok. Þú ætti kannski að prófa til að komast að sannleikanum. Nei, ég er ekkert að fara að prófa það. En, já, allavega þá veit ég það, stelpur. Þið eru ekki með neitt G-blett. Nei. Sem að er, já, ágætt, þá getum við hætt, nei, við hættum aldrei að leita. Nei. Herðu, talandi um G-blett, þetta er, já, ef einhver getur fundið hann, þá var það örugglega Facebook. Framundan einn flippaðasti og rugglaðasti útvarpstrailer sem gerður hefur verið. Við Sveppi ákvaðum að gera okkur svona eigin, svona morgun þáttar trailer. Tókum þetta með hræsleikanum. Já, sem hefur verið hérna á stöðinni í síðustu 10 ár. Eða við hlusta á morgun þættu og annað, þá er mikil stemming alltaf og hljóð og svona og okkur finnst þetta að vanta hjá okkur. Við spilum hann hérna rétt og eftir. Svo er Bubbi Mortens, skallapopparinn mikli, hann er í hitaklefa dagsins, þannig að það er nóg að vera hjá okkur. En fyrir ykkur sem voru að stilla inn að þá var Ísland að tapa 31-26 fyrir Spánverjum og við Sveppi, við erum, já, það miklu menna, við erum að spá að hringja til Spánar og óska til hamingju, þegar ekki? Já, ekki óska þessum... Já, sko, ég fór til Spánar í fyrra. Já, talaði hans, ég ætla að hringja. Ég fór til Spánar í fyrra, þannig að það má eiginlega segja að maður hafi haldið með Íslandi og Spáni. Nei, ég ætti eitthvað bílar. Ég var þarna og ég kynntist barþjóni og svona hreindýri. Og hreindýri? Já, konar sem að gera hreind í herbygginu. Já, ok. Hún var hérna ógeðslega hress, spænsk og eftir það hef ég bara dýrkað í Spán og Spánverjar það er svo fyndið, svona Íslendingar sem fara út í helgarferð. No. Hola? Buenas tardes. Buenas cerveza pa' cucu. Jók. Hola? Sí. Getur fengið að tala um Óla? Hola, er det Hotel Arts? Es el Hotel Arts, sí. Sí, mucho graben. Do you speak English? Do you speak English? Yes, honey, I help you. Okay, thank you. I was getting very nervous. Mi español ikke så god. Som man säger på norsku. Yeah. How are you? I'm fine, sir. How may I help you? I'm a very happy man. I need a good room. Yes. Yes, but first I was wondering before I ordered the room, did you watch the handball now? Spain was playing in handball. Did you watch it? No, sir. I'm working. I haven't watched it. Okay. But you knew that they were playing against Iceland. Iceland, yes. Did you know that? No, I didn't. Have you been watching the European handball competition? No, sir. No, not this year. Oh, not this year. Why not? I'm busy working, sir. Okay. You don't care about the national team in Spain? Yes.
Yes. Do you care about it? Yes, sir. Okay, so why don't you show... But may I help you? You want to have a room? Yeah, I want to have a room. I'll come to that in a little while. Do you know any Spanish handball players? No, I'm sorry, no. So you don't watch handball? I'm You not were from lying. Spain. I am for handball, but I'm not from Spain, so... Oh, where are you from? I'm from Hungary. I support my just like my friend. Oh, hey, you are from Hungary, and my friend Svepp is always hungry. Yes. Nice. That's just me joking. All right. You want me to connect you to reservations for the room, sir? Yes, thank you. Do you have... what kind of a team do you have in Hungary, handball team? Do you have a nice team? Yes, we do have a nice team. Ungarland, voru þið ekki að rúlla þeim upp það? Haha, we just murdered you guys in the last game. We beat you by 6, Iceland. Oh. Did you watch that game? No, sir. You were busy working. Yeah, I'm busy working. Yeah, I can tell you now. Iceland took Hungary, and we took them through the nose. Just because the Icelandic team was very hungry. Yeah. They needed sigur. Yeah, needed a good sigur. All right. I don't know, who was markaðastur í leiknum, Sveppi? Yeah, Mr. Aaron Thompson. Yeah, and Guðjón Valur Sigurðsson, he had a lot of goals as well, I think. Yes. And that was a bad loss for you guys, because you had 3 points in the milliriðil, and if you have 3 points in the milliriðil and then you lose to us, so that you don't have the same good chance now to go through. Did you know that? Yes, I did. But when are you going back to Hungary? Next week. Next week, okay. You can talk about the game then. Yeah. Yes. Yeah, to your family and everybody you know, everybody there in your neighborhood. Yeah, when you come to your family, you can say we lost to Iceland with 6 goals. And you can tell everybody, this is a song. No, just kidding. No. So what's your name? My name is Liliana. Liliana. Oh, that's a very beautiful name. Did you play handball when you were a little girl? No, unfortunately no. Okay. Football, you're a football girl. I'm a football girl? No. No, you play basketball. I know that. Was it basketball? No, it wasn't. But sir, I have to connect you if you want to have a room. Are you an old wrestler? Did you wrestle? No, sir. No, okay. How old are you? Sir, you want me to connect you to reservations? Hey, do you hear that song that's on the radio? My Heart Skips a Beat with Ollie Morse. We were just playing that in our show. Yeah. So he's getting pretty famous. I have to connect you to reservations. It was nice talking to you. You're beautiful, Liliana. Could you connect me to the president of the... Spain? No. What about the president of the hotel? I really need to talk to him about the game in handball. I can try, one moment. Thank you. Herri, það fórsetin á hótelinu. Fórsetin? Ég vissi ekki að við erum með fórset á hótelinu. Nei. Situr hann bara efst uppi? Það þarf að bögga þessa Spánverða hans. Þessi var enda frá Ungverjalandi? Já, það var gaman að hitta á, það var eina landi sem ég gátt að rakka niður í handbolta. Já, og það er líka alltaf fyndið. Eftir að tala við eina konu frá Ungverjalandi, þá getur maður sagt, djöfull er Ungverjar næs. Já. Skilur við? Já, ég veit það. Ógeðslega hún var ógeðslega indæl. Svona eins og maður fer í helgarferð kannski til Brasilíu. Það reyndar ekki til Brasilíu. Gutt sitt helgarferð til Brasilíu. Bara lendur og farin. Þá getur maður alltaf sagt það. Djöfull eru Brasilir. Brassarnir. Brassarnir næs alltaf maður. Ógeðslega næs. Ef þú hittir einn næs gæja í Brasilíu, þá ertu bara búin að taka heila þjóð og bara djöfull eru nettir. Já, hvað er að gerast hérna? Hún er bara búin að setja okkur eitthvað hold hérna, sko. Nei, hún er að láta okkur tala við fórsetan. Þess að ég fór til sögu Fraklands, þar hitti ég Tyrki sem voru ógeðslega fullir að rífa kjaft við mig. Já, djöfis þá sagði ég bara, veist það, aldrei til Tyrklands. Nei. Jöfull eru Tyrkir rokafullir. Maður dæmir þetta bara af svona fyrstu manneskjörnum sem maður hitti, sko. Ég hef reyndar verið með fordóma gagnvart Tyrkland alveg síðan að lýtstunningsmaðurinn var stunginn. Þá hugsaði ég bara alltaf að í Tyrklands, nei, ég nenni ekki að láta stinga mig, ég skildi segja eitthvað vitlaust. Einmitt, og það er gæi stunginn hérna á Hverfisgötu bara hverja helgi, sko. Já, nákvæmlega. Svona er þetta. Það er gett að dæma bara af þessu. Halló? Það dæmir ekki heila þjóð bara. Halló? Nei, við erum átt þarna. Við verðum bara að sætta okkur við það. Við náðum að spjalla aðeins við hana. Herðu, við ætlum að fara hérna í örstuttar auglýsingar. Svo fáið þið flippasta trailer sem þegar þið nokkuð tímann heyrt. Og Bubba Mortens í hitakleðunum, þannig að ekki voga ykkur að skipta rás. Næja kúka? Nei. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið, best fyrir svanga. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja.
Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Út að borða fyrir fjölskylduna á aðeins 2.990 krónur. 10 kjúklingabittar, stór skammtur á frönskum og 2 lítra gos á 2.990. Það veisluvika á KFC. KFC, svo gott. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gosi á aðeins 1.095 krónur út mánuðinn. Fyrsti vinningur gæti orðið 150 milljónir króna. Skattfrjálst. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerol, slettir úr körlunum. FM 95 Blö á FM 95. Up in here, Öddi og Sveppi með ykkur hérna á FM 957, byrjum 4 og verðum til 6. Ójá, alltaf sama stöðið. Fyrir ykkur sem vita ekki, alltaf kaf í snjó. Já, það þvílíkur snjór úti maður. Hvað er með hennar snjó? Ég segi það. Í alvörunni? Þetta bara endalaust. Á þetta ekkert að hætta? Þetta bara endalaust til. Já, þetta verður bara geta kynnt endalaust. Og bara hér. Já. Ekki neins staðar annars staðar. Herðu, já, en það er eins og komið. Við Sveppi vorum að ræða hérna á þann að okkur finnst, sko, við höfum verið að hlusta hérna, maður er búin að heyra FM, við erum náttúrulega búin að vinna, við vorum að Potti og Stöð 2, búin að heyra FM, sko, í síðustu 10 ár. Og í öllum svona trailerum sem eru í morgun þáttum og annað, það er alltaf svo, þegar maður heyrir bara hvað var að gerast morguninn, þá er eins og allt hafi verið að gerast. Maður hugsa bara með sér, wow, hvað er mikil stemming þarna. Það er einhver bara allir nývaknaðir, en í greinlega þvílíku fjöri. Það er mikið af hljóðum og við svo hlustuðum við á auglýsingarna okkar og það var einhvern veginn ekki alveg sama fjörið. Það er bara eitthvað svona tekið aðeins úr þættinum okkar og eitthvað svona. Þannig að við ákveðum að búa til okkar eigin auglýsingu við Sveppi. Það ætlum að djúsa upp, já, svona aðeins auglýsingarnar okkar og... Bara að búa til stemmingu? Já, þannig að við, hérna, Sveppi ákveðum að búa til eina stemmingsauglýsingu og, já, við erum að spara að lefa ykkur að heyra bara hvernig, já, svo auglýsing hljómar. Hérna er, já, útvarpsauglýsing frá okkur Sveppa, þar sem að allt er að gerast. FM 95 Blö á FM 95. Fressi trailerinn okkar Sveppa. Já, svona á að gera þetta og svona verður þetta. Svona er búið að djúsa upp trailerinn, það eru hellingur af skemmtunum hljóðum, allt vittlust í stúdíónu. Allt að gerast og þeir sem heyra hennar trailer hugsa bara fuck, akkur misti ég þessum þætti. Já, og hugsa með sér, vá, það er greinlega ekki dauð mínútu hjá þessum strákum. Já. Herðu, fáum alvöru lag, Muse, Resistance, allir búin að gleyma þessum ógeðslega handboltaleik, komið þriðjudagur. Ok, Sverrir Þór Sverrisson að segja mér hérna einhverja draugasögu af, já hvað, var kona hennar hrekkja þá eða? Já. Ok. 1:30 Hvað, þá létum barnið bíða eftir bara standandi úti? Nei, ekki úti. Er það líka eitthvað með börnin svona? Bara láta krakkan standa út í snjónum að bíða eftir pappa sem til að ræða þig, eða? Hann var bak við hurðina, það var gler. Já. Ég lappa svo upp stegan. Já. Ég sé bara, byrju, er þetta ekki Bergþór? Stendur hann bara með bánsan sinn og horfði bara stíft á mig, bara eins og tvíburarnir í Shining. En okkur var hann ekki fann að sofa? Það var Íris að fara að sofa klukkan 1:30 og hann vaknaði og kom niður og hún sagði, heyrðu, pappin er að koma, stattu hérna alveg grafkjör og horfðu bara í gegnum glerið á hann koma. Og slögt allt það? Já, ég bara sá útlínur á hann litlu barni og ég held að Íris var sofandi, skilur við. Ég var bara... Good shit flip. Já, þú veist, það var mikið. Já, mér fannst það alveg mikið samt þegar hún let sko 20 daga gamalt bad bíða eftir í skaflinu líka. Já. Það var aðeins svo gróft kannski. En þeir eru hérna að hlusta á FM 95 Blöð að styttist í hitaklefann þar sem að Bubbi Mortens fer á kostum. Já, þurftum aðeins að láta Bubbi Mortens heyra það. Já. Ég var að spája að segja Sveppi, haltu þið fast. Já. Að þegar fólk slúðrar, þetta er samkvæmt nýjustu rannsóknum, að slúður hjálpar fólki við að losa stress. Þannig að það er hérna verið að tala um að slúður þurfi ekki alltaf að vera neikvætt því að þetta actually hjálpi fólki að losa stress og fólk sem að slúðrar, það slúðrar oftast til að láta sér líða betur með sjálft sig og vísindamenn vilja meina að það virki þannig að fólk sem er að slúðra aðra, þeir gera til að losa stress og láta sér líða betur og svo stendur líka inn í könnunni að konur slúðra meira en karlmenn og þetta er eitthvað svona, það var einhver slúðurkönnun í gangi. Já, en er slúður alltaf neikvætt eða? Nei, það er enda góð spurning. Þú ert aldrei eitthvað svona, heyrðu, varstu búin að heyra með Stjána? Hvað? Hann bara dóksaði í prófunum þar.
Í alvörunni? Er hann á svona gáðar? Já, nákvæmlega, þú heyrir ekki svona slúður. Nei, þú heyrir bara... Varstu búin að heyra með Stjána? Nei, hvað? Hann var nú bara upp einhverja gleðikonni í Köpen. Þetta meira eitthvað svona, sko. Já, þetta alltaf neikvætt. Já. Og það það sem að fólk að fá upp úr þessu. Það sko ástæða fyrir því lífið vel, þegar það að upphefja sjálfan sig með að láta einhver aðra heyra það, sko. Já, nákvæmlega. En svona, ég nú búin að segja, það eru samt flestir Íslendingar þannig, ef þeir heyri eitthvað slúður, þeir get ekki setið á því. Það er bara að þú heyrir eitthvað svona, varstu búin að heyra með, og þú bara, nei, hvað? Og þá ertu einhvern veginn svona, wow, ég verð að segja einhverjum þetta. Ég get ekki haft þetta bara fyrir mig. Hvað er svona rosalasta slúður sem þú hefur sagt? Ég veit ekki. Manstu það? Þú slúðrar svo sem ekkert mikið? Nei, mér er nákvæmlega sama þetta, sko. Ég er voða lítill, sko. Svona að gasprengur, sko. Já, en ég er endar í kringum slúðurfólk, sko. Já. Það eru margir í kringum mig sem elskar slúðra. Já. Og maður bara svona, veistu viss við það? Já, einmitt. Það er nefnilega máli, sko. Svo er endar að leðilega, sko. Ég er aldrei neitt slúður mig, sko. Heyrðu aldrei? Ekki nógu mikið. Mikið er bara að reynda að starta ykkur. Já. Hvaða slúður heldur startuðu? Einhverju töff. Já, hvað er töff? Hvað svona þú myndir heyra eitthvað, bara svona, wow, þetta er töff slúður. Men hvað finnst þið töff slúðurinn sjálf að þið? Sástu þessu eppa á B5 helgina? Nei, hvað? Það voru bara eins og flugur á skít. Í alvörinu? Já. Ótrúlegt maður, það er greinlega bara nóg að vera frægur, sko. Já, maðurinn á konu 3 börn, en það var ekki að sjá hann að maður. Nei, það er ógeðslegt slúður samt. Þú myndir ekki vilja að tala slúður sjálfa þig. Að þú væri bara B5 umvafinn einhverjum sílikónbómum. Það er ekki gott slúður fyrir 3 manna faðir. Nei, ok. Þú vart að finna þér eitthvað betur en það. Já, það er svona, ertu búin að tjöfn maður, ég sá Sveppaðan daginn og hann var bara með öll börnin í gólaportinu maður. Nú, í alveg? Og öll svo ána. Já, það er greinlegt að Sveppi er ekki bara góður pappi, sko, í sjónvarpinu. Nei. Hann er greinlega alveg með þetta. Hann passar börnin sín líka. Já. Ég var til í að, sko, slúðrið mitt var eitthvað svona á þessa hernalið. Auði, djöfusins titlinga! Það var bara Matti Matt að tala um eitthvað félagar sem bara, ég var í störtu Auði, þetta er íþróttir daginn. Já, íþróttir, þetta er í sporthúsinu. Þvílíkur titlingur! Það var gott slúður. En veistu hvað fyrir mest talandi um að vera á æfingu? Ég er búinn að koma að stæði, veistu hvað er eiginlega svona sem að fer, veistu hvað svona, mér finnst óþægilegast af öllu. Það er þegar ég er búinn í sturtu og þetta er til dæmis bara í líkamsræktarstöðu og það er ógeðslega margir inn í klefunum og það er rosalega margir, eins og í sporthúsinu þá er bara svona bekkur og svo eru skáparnir og skápar báðum meginn, þú eru komin inn í sporthúsi og það er rosalega margir að þegar ég er að klæða mig í föt þannig ég er svona á tippinu og maður þarf bara að passa sig að snúa sér ekki á hratt að þá rekst ég eitthvað og ég verði ekkert smá svona vulnerable ég liði bara svona, þú veist, kannski eitthvað fótballtilega frá æfingu eitthvað, maður bara svona, þú veist það er þetta rosalega óþægilegt tilfinning. Ég er ógeðslega svona, að fyrsta sem ég gerir, sko, er að klæða mig í nærbuxur. Já. Það er strax lífið betur. Já, maður fyrir beint í það, hvað heldur ég farið fyrst bara í peysuna? Maður endur sér í, hvað var verður en að vera komið bara í peys og úlp og sokka en samt á stilling. Þú ætlar það sorgleitt bara, viltu ekki byrja á nærbjöksunum félagi? Samt ógeðslega fyndi. Ég ætla að gera það næst í sporthúsinu. Herðu, við ætlum að fá stuttar auglýsingar, svo er það hitaklefinn á Bubba Mortens. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Ég held að við erum allt og sjaldan perfekt. Það er góða búndur, ég ætla að fara úr skónum núna. Já, ég orkinu fólkinu í kringu þig Heldur þú sé táfíla mér það? Já. Nei. Situr og nynnu að ekki þú er alltaf í skónum. Það er illvatslikt af löpunum á mér. Magasín, alla virkamótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Viðgerðarþjónusta, húsþjónusta BJB, bjb.is. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890 kall. Castello.is. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. Raunhæf verðlagning. Toyota betri notaðir bílar. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gósi á aðeins 1095 krónur út mánuðinn. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá er Club Fit máli fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér?
farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Í þessum mánuði færðu kaffidrykk að eigin vali og biscotti á aðeins 250 krónur á stöðinni. Biscotti er þetta ítalska kaffikeks, alveg sjúklega gott. Stöðin. I'll fight for you, öll lögin hans fjall einhvern veginn þetta, hann ætlar að berjast fyrir þig og skera sig fyrir þig og eitthvað. Hver? Þessi Jason Derulo, hérna, hvað væli kjö. Þetta er gamalt lag. Já, þetta er verið að taka hérna gamalt Toto-lag, Afrika. Já, klikka. Já, spáðið, við erum að vinna á F9 fyrir við erum það gamlega, við munum eftir fyrri útgáðinu með Toto. Sorglegt, sko. Ég hefði miklu frekar vilja að heyra annan. Já, bara fá gamla Afrika-lagið. Afrika. Ógislega gott, maður. Ertu búinn að jafna það á sem stelpu og strákaís frá MS? Ég veit að þú tókst það mikið inn að og fannst þetta fáránlegt. Hvað? Það með stelpuísinn og strákaísinn. Það skulle vera að skipta þess eftir kynjum. Ertu búinn að jafna það á því? Já. Þannig að setja þetta aldrei fjölskylduna bara á hálan ís? Já, þetta er leiðilegt. Hvað kom fyrir? Svona mál, það er búið að vera að taka þetta úr umferð núna. Það kom MS ís alltaf að vera um good shit flip og verið með ís sem heitir stelpuís og ís sem heitir strákaís. Svona blár og bleikur ísefni, sko. Alveg rétt, já. Það var allt vitlaust á Facebook og eitthvað og þannig að þeir eru að taka þetta úr umferð núna. Það má ekkert lengur á svo helviti skeri. Nei, það verður ákveða fyrirfram hvað stelpum mega og ekki gera svona ákveðna hluti og eitthvað og það fór fyrir brjóstu á einhverju fólki. En þetta er samt svona, skilu, strákaísinn var með einhverju bragði? Já, eins og veist, ég held að stráka mátt alveg kaupa stelpu í svo öfugt, sko. Þetta átti bara að vera eitthvað svona flip sem að reyndar var ekkert svo sem gott flip í MSís. Nei, en það er samt óslega leðilegt ef strákur minn langar í jarðarberís. Já, hérna, þetta er bara þennan. Nei, þetta er stelpuís. Já, þetta er bara fínt fyrir þig. Nei, ég vil ekki þannig. Þetta er samt ógeðslega þægilegt fyrir þig, því að þú mátt eiginlega kaupa alla ísana í búðinni nema stelpuís. Þú mátt kaupa strákaís, trúðaís og hlunk. Þú mátt geta allt um að bleika þessu. Þetta er mjög vel. Já, þægilegt fyrir þig. En herðu, við vorum að ræða á hann að við ætlum að spila hérna Hittaklefan og það er komið að honum. Já. Og það er engin smá maður í Hittaklefanum í dag. Þetta er, já, maður sem allir á Íslandi þekkja, Bubbi Mortens. Ásbjörn og já, við hringdum í hann fyrr í dag og hér kemur Hittaklefi dagsins. Halló? Er það Bubbi Mortens? Þetta er hann. Góttu sæll og ertu velkomin í Hittaklefan. Hittaklefan? Ásbjörn Mortens, akkur ertu kallaður Bubbi? Er ég kallaður Bubbi? Af hverju ertu kallaður Bubbi? Ég hef ekki hugmynd um það, maður. Af hverju ertu hættur á Facebook, Bubbi Mortens? Heyrðu, það er út af því að ég fæ ekki laun hjá þér. Ertu ekki hvort er orðin og gamall fyrir Facebook? Ertu eitthvað? Þú ert orðin allt og gamall fyrir hennar samskiptavef. Þú gátt ekki einu sinni á tölvu. Ég er engan tölvu, ég veit hvað er eftir að fá hinnatæki. Hættur á Facebook að því að var enginn að póka þið hana. Það er að ykkur, farið mér í Glæsibæ og kaupið þið hinnatæki. Heyrðu, hvenær kemur næsta góða plata frá þér? Það eru 22. Hvað? Ég lífi ekki neitt. Hvar ætlar að ræða um það hvað þú elskar mold mikið fyrst átt hættur á Facebook? Hann Ari elskar að ljúga svörpámi. Hann lýgur enginn. Hann lýgur því vist. Ég elska ekki mold, ég hata mold. Hvað varðum bandið að spubba? Er þetta geðsjúklingur? Er það ennþá að spila eða? Var ég drullu sama um það? Algjörlega, hvað er í gangi þetta? En hvernig nær 60 sköllóttu sjómaður sér í fegurðardrottningu? Það er einstaklega óleinsagt einstaklega kannur. Herru, takk fyrir okkur og takk fyrir að mæti Hittaklefan. Riðlaus. Já, það er erfitt að tala við Bubba Mortens í Hittaklefan. Hann fó bara, herru, það var líka svo, var hann inn í einhverjari kókdós þegar hann var að tala við okkur. Hann var í ruglinu, hann hefur verið, hann býr eftir þetta landi. Já, hann hefur heyrt Hittaklefan og öskraði bara á móti. En það var ýmislegt sem kom í ljós þarna. Hann sleikir sig við útrásargósa því að þeir eru að kamelslausan filter og fleira. En, já, við ætlum að fá... Svona filterslaus kamel. Hvað segirðu? Með svona filterslaus kamel. Já. Ekki kamelslaus filter. Já, sagði ég það. Já. Það fyrir ekki að... Nei, alveg, við erum í útvarpið, sko. Fyrir ekki að ég skulle ekki verið inn í þessum reykingarheim. Nei, þetta er bara rétt, skal vera rétt. Það er hár rétt þér. Fáns með minn enn. Ég tek.
Besti snillingurinn í tónlistin í dag, Eminem, og það er eitthvað við Eminem. Ég er bara svona, mér líður eins og hann hafi lent í öllu sem hann syngur Já, hann er bara, hann er svona að segja sannleikan, hann er reiður. Já, hann bara segir satt, ég held það. Hann bara, ef hann lendir í einhverju vesenni, þá bara, ég ætla að rappa þetta drasl og ég meina það. Það er þægilegt að maður gæti gert það, bara rappa allt vesen sem lendir í. Þú veist, til dæmis við værum bara tilbúin með lag núna sem héti bara Fastur á heiðinni, skilur. Bara var að keyra niður heiðina, orðin alveg brjálaður. Já, fór vitlausu leiðina. Já, okkur var ég að skemmta það í gær, okkur fór ég ekki bara, veist. Mér langar bara að fara heim. Ég er það bakræður. Og hvað þetta burt var. Já, maður búið rapplag, það er næst. Já, við eigum eftir að gera svona alvöru rapplag. Já, hjálta, það er svo auðvelt að rappa, maður getur hver sem er rappað. Nei, en það geta ekki allir rappað vel, sant. Nú, komdu með eitthvað rappanda mér. Hvað ert þú að gera, kúl? Herðu, það geta allir rappa. Ég og þú keftu nú í rap-battle þarna í, mástu þurru á prikinu. Já. Þú gast ekkert rappað. Jú. Nei, það var rap, skilur við, samt. Þótt að það kannski ekki verið besti text í heimi. Já, ok, þannig að þú vilt meina að geta allir rappað. Já. Það er bara að tala hratt og setja Já, á bíti. Já, vera bara svona og tala niður, Ég meina, Brynjar Már var að rappa í Eurovisioninu sinni. Já, reyndar. Skilur við? Já. Hún gerði það bara fanta vel, þannig að það geta allir rappa svolítið, sko. Já, en herðu nóg rapp, það er komið að vinsælustu fréttina á dv.is og sem segir ýmislegt okkar þjóðfélag. Vinsælasta, greinin þar er Völu Grand hrósað í sturtunni. Já, hann er svona góð að þrífa sig. Já, það var einhver stelpa sem sá hann að þrífa sig og hrósaði. Nei, þetta var vist þannig að það var einhver kona sem að koma að Völu Grand í sturtunni og sagði bara, ó guð, vá, þetta er svo flott. Maður er búin að pæla mikið í þessu. Ég trúi ekki að það verið skaufi hérna áður, segir Vala Grand í samtali við DV frekar furðulega reynslu sem hann varð fyrir sturtuklefni í völklass í Laugum á dögun. Og já, það var sérst eitthvað kona sem að vissi að það var einu sinni lítill fermingafélagi þarna, en ekki lengur og nú er komið nýtt og henni fannst þetta svo magnað og velgert og þegar Vala hérna var í sturtættiræðingu þá þetta var einhver kona sem hún þekkir ekki neitt. Já, sem er bara að hrósa á henni píkunni. Já, og eftir atviki hefur Vala Grand ekki farið í ræktina og það er enda svolítið gaman hérna. Vala segir Völu var nokkuð brugð eftir atvikið. Vilt þú ekki bara lestu bara fyrir Völu? Þú lékst nú Völu eins og niður í þáttunum okkar. Það stendur hérna Völu var nokkuð brugð eftir atvikið. Já, ég stið bara í sjokki, skilur. Ég enda með sjampa á hárinu og sagði bara, takk, skilur. Svo er bara farin, ég sá ekki betur, skilur. Maður fær ekki að þrífa sig píkunni í friði. Þetta er ógeðslega óþægilegt. Ég hef ekki lent í þessu, sko. Já. Ég er nýbyrja að fara að þóra í sund og svona, sko. Svo segir hún, þetta er aðeinslegt hérna, sko. Já. Ég er náttúrulega búin að vera svo rosalega opinber manneskja, þannig að þetta er kannski svolítið mér að kenna, skilur. Þetta er samt rosalega óþægilegt. Já, þetta segir Vala Grand við DV. Og þetta er sama og ég lendi í svo sem, sko. Já, fólk sé að hrósaði teipinu. Já, þessin er ég hættur. Það hefur einhver gamall maður sem sá illa. Þessin er ég hættur að fara í ræktina. Bara, oi, hættu að hrósa með teipinu, maður. Akkur er þetta búin að fitta svona? Það er alltaf allir að hrósa með teipinu, maður. Ég heldur ég nenni því. Þetta er samt ekki hægt. Hvað gerir þetta, skiluru? Nei, sko, ok. Hún er búin að fara í aðgerð og allt gott og blessa. Þú ferð ekki eitthvað að stara á þetta og segja til hamingju með nýju pjölluna. En hún er samt talar mjög opinberlega þessa aðgerð. Já, reyndar. Skilurðu? Já. Menn er að koma til þín og segja, hei, þetta er minnst fínt þú sett sköllóttur og eitthvað svona. Þegar við erum ofta að tala um skallana og þeirra hárið og allt þetta. Já. Þú ert opinber persóna, skilurðu? Já. Og þá færð þú svona, hei, flottu skalli, skilurðu? Nei, ég hef aldrei fengið það. Okay. Ég fáið það bara, hei, flott skallauti. Já, þetta er svona fólk að því að ef að það heyrir okkur tala um eitthvað, þá erum við að gefa skotleif á þá hluti. Já, ég skilji, já, ég sammála. Og hún er að tala um þessa aðgerð sína og nýju píkuna sína og allt þetta kjaftaði. Og þá er ekkert skrítið einhver komið í sturt og segja bara, hei, þetta er bara ótrúlega vel gert. Fallega píka og eitthvað ótrúlega skulle hafa verið tippið þarna áður. Bara til hamingju. Og búið. Þessi manneski ætlaði kannski rosalega kurteis bara til hamingju með nýju. En svo er Vala búin að posta þessu á Facebook, skilurðu, og DV náttúrulega hringir leið og þá er bara frétt. Já, hún getur svolítið sjálfur sér kent um Vala. En það segir hún að sjálf, hún er opinber persóna, sko. Já, þetta er rosalega óþægilegt. Já, þetta er óþægilegt en Vala, eða þú ert að lusta bara til hamingju frá okkur strákunum líka. Já, bara endilega að fá að koma hérna í viðtal til okkar og sína okkur. Hættu þessu sæti. Fáum hérna smá auglýsingar. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur.
völlur. Viltu koma í heimsókn í þáttinn? Í hverju viku bjóðum við gestum til okkar í þáttinn og þú gætir orðið fyrir valinu. Send okkur post á magasin@fm.is eða skilaboð á Facebook. Þú gætir komið til okkar á föstudaginn og verið með okkur í þættinum. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Stjörnufréttir, spjallviðs að þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Hefurðu smakkað gæsaborgara? Komdu á fabrikuna og smakkaðu Heiðar. Hann er ómótstæðilegur. Hamborgarafabrikan. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Nú er veisluvika á KFC. 10 kjúklingabitar, stór skammtur af frönskum og 2 lítra gos á aðeins 2.990 krónur. KFC, svo gott. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá er Club Fit málið fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Pítupartí á Pítunni. FM 95 Blö er í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Gretia.is. When these colors fade to gray, you're a million miles away. When these colors fade to gray, you're a million miles away. When these colors fade to gray, you're a million miles away. When these colors fade to gray. Það er mikið stuðið hérna okkur þegar að hlusta FM 95 Blö og Sveppi með ykkur þennan drottins dýrðar þriðju daginn og herðu vissur að í dag Sveppi þá er hinn alþjóðlegi hrósdagur samkvæmt preppinu. Já, ok. Já, hérna stendur þetta svona útvarpspreppi sem ég fæ senda alltaf að það sé hinn alþjóðlegi hrósdagur og fólk eigi að nýta tækifærið og hrósa fólki í dag. Ok, hrósa fólki? Já, og já, ekki bara fólki. Við erum búin að hrósa maður. Við hrósum hjálpasveit skáta, björgunarsveitunum fyrir að vera duglegir að moka og draga bíla. Hjálpa okkur að heiðinni í nótt. Skál fyrir þeim. Já, og ég ætla að hrósa þér Sveppi. Þú ert rosalega skemmtilegur. Herru, við ættum kannski að leyfa hlustendum að ætla að segja, sko, ég og Hjöppi, við erum með töðhóðnið alltaf á 50 dögum. En hvernig var að ég og þú myndi að því að nú er alþjóðlegi hrósdagurinn, leyfa fólki að hringi 511-0957 og hrósa ykkur. Já. Eitthvað jákvætt. Já, þú veist að því að það er líka endalaus leiðindi í þessu þjóðfélagi núna og svona, það væri ekki gaman að fá svona eitthvað að hrósa annarkvort einhverju persónu eða bara einhverju í þjóðfélaginu. Eitthvað jákvætt. Já, eitthvað jákvætt, 511-0957 eða það er eitthvað sem þið viljið hrósa einhverju og ég ætla að opna bara hérna. FM 95 Blö, góðan daginn. Halló. Já, Auðun. Já. Hvað þið getum? Já, skemmtilegt. Já, FM 95 Blö, góðan daginn. Halló? Það er skemmtilegt. Alltaf gaman að opna fyrir síman hérna. FM 95 Blö, góðan daginn. Halló? Góðan daginn. Já, góðan dag. Er eitthvað sem þú vilt hrósa? Já, ég vil hrósa Björgvin Páli fyrir leikina. Björgvin Páli fyrir leikina? Björgvin Páll Guðsson, hann var svakalega góður leiknum á hann. Já, maður veist að það var ekki nóg. Hvað var þið kallinn? Ég held að það hefði kringu 15 skot, ég er ekki alveg viss, ég sá ekki endan á leiknum. Nei, er ekki við hann að sagast alltaf, já það er að gera rosa honum, hann stóð sér vel í markinu hann. Já, hann gerði það. Það er líka komin tíma á það, maður. Já, komin tíma á það. Já, það verður ekki andvökunótt, það verður ekki pistill í fyrramáli. Nei, ekki pistill í fyrramáli. Takk fyrir þetta, Önur. Ekki máli. Ok, já, Björgvin Páll fekk hann að hrós, það er alþjóðlegi hrósdagurinn og við Sveppi erum að leyfa fólki að hringi 511-0957 eða vill hrósa einhverju. Já, ekki vera að hrósa afa einu með eitthvað. Nei, FM 95 Blö, góðan daginn. Halló. Halló, hverju vilt þú hrósa? Mömmu minni. Mömmu minni? Ok, þú er nú full ungur svo ég verði reiður. Á hverju viltu hrósa mömmu? Hún er svo flott. Já, takk fyrir það, Önur. Það er hárrétt hjá þér. Ertu fyrir eldri konur? Já, svona. Svolítið. Hvað ert þú gamall? Ég er 13 ára. Já, þú ætti nú bara að láta mömmu að ringi að nutta því að auðvitaðurlausu, sko. Þá getur þú fengið flottan fóstubátt. Viltu langa að kalla með pappa?
Jæja, svona sæll, nú þarf ég að skella á þig. Ég heyri þér, bæ. Já, þessi var Rósa mömmu. Allt rangt við það. Já, F95 blöð, góðan daginn. Já, ég ætla að fá að hljósa að ég er veik í dag. Já, Rósa því, til hamingju með það. Já, en það er ein góð þeirra. Já. Ég þurfti ekki að fara í skólan í dag. Já. Glæsilegt, skemmtilegt Rósa þarna færi. Takk fyrir það og láttu þið bata, skusa. Já. Bæ, herru, já, Sveppi, þetta er svona þinn aldur að ringja svolítið núna. F95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herri, Anna, hverju vilt þú Rósa? Ég ætla að rósa samstarfskonu minni. Nú? Ásta heitir hún. Hvað er það að vinna? Á deginum. Hvað er það að vinna? Bakarmeistarunum. Já, ok. Já. Við erum með mitt í vinnunni. Í hvaða bakarmeistara? Suðurverinu. Já. Bakarmeistarinn alveg með þetta? Já, nokkarlega. Hvernig eru yfirmenn þarna? Eru þið góðir? Já, eru allir æði. Er ekki einhver yfirmaður þarna sem kalla sig Andri Sigþórs? Andri Sigþór? Já. Hann er bara eitthvað skrifstofutei, held ég. Við erum ekkert að rósa honum. Nei. Nei, það er síðast þessi maður sem myndur rósa. Það er Andri Sigþórsson. Einmitt. Já, það er bara gott til á bakarmeistranum. Við byrjum bara að helsa þinn Ástu. Já, ok. Ok, bæ. Já, bæ. Herru, það er alþjóðli. Róstaðurinn hvað er að taka? 2 eða 3 rósi viðbót, Sveppi? 2 rósi viðbót og F95 blöð. Hverju langar þér til að rósa? Alltaf jafn gaman þeirra. Þetta gerist F95 blöð. Hverju vilt þú rósa? Sæði, ég vil rósa Björgunarsveitinni. Björgunarsveitinni, já, við erum sammálaðið það við Sveppi. Frábær hugmynd. Vini mín er Elvar og Egill. Þeir eru í henni. Og þeir eru búin að hjálpa mörgum. Eru þeir í Björgunarsveitinni? Þeir eru í Björgunarsveitinni. Hjólaðar alltaf á staðinn bara og hjálpa. Eru þeir ekki meira bara svona skátar eða? Nei, ég má ekki segja það. Hvað ert þú gamall? Ég er 15 ára. Já, en eru þeir eldri eða? Já, þeir eru nú töluvert eldri en ég. Já, ok, ert að hanga með svona eldra lið. Ok, ég skilji. Herru, við tökum það, Björgunarsveitin. Ok, vinnu, bæ. Herru, síðasta rós dagsins kemur hér, F95 blöð. Hver fær síðasta rós dagsins? Já, góðan daginn. Herru, Voru að lækka þessi útvarpinu? Herru, já, ég ætla að lækka útvarpinu. Herru, ég ætla að hósa henni Hörpu 5 blóðdóttir. Hörpu? Fyrir að varum að vera í bíl, Hörpu 5 blóðdóttir. Já, glæsilegt, skemmtilegt rós. Fyrir að varum að vera í bíl, djöfull ertu flippaður maður. Vangi? Þú ert vanginn. Sveppi, ég er nafnir. Ég veit það. Veistu það? Hann finnur það. Ég heyri það bara á þér. Heyrðu á mér eða? Heitir þú Svessi? Já, ég heitir Sveppi. Já, til hamingjum bara, ég ætla að rósa þig fyrir frábært nafn. Takk. Já, skemmtilegt rósaldina, takk aðeins launur. Herru, það leitir á það. Það er alþjóðlegi rósdagurinn og við Sveppi hvetjum alla, já, bara lítu á hægri hönd og rósaðu manneskunni sem er þér við hlið. Það er bara enginn. Nei, ekki heldur ég að mér, þetta var alveg glata. Herru, Dancing on my own. Þetta er sænska P.N. Robin með lagið Dancing on my own. Hressandi og skemmtilegt lag þarna ferð. Eitthvað jolly við það. Sveppi Krull hefur verið að fylgjast með Eurovision á Íslandi. Já. Já, voruð mikill Eurovision maður. Og hvað er svona flottasta lagið hingað til að þínu mati? Ég er voða mikill svona hressleika gæi. Minnst Ingo bara svona... Já, það blár ópall. Já, jolly. Já. Eitthvað svona jolly. Ég nenni ekki að syngja, að sjá einhver pör, veist, með fullri virðingu fyrir Jónsa og hérna stúlkunni með fiðluna. Já. Ógeðslega flott og svona. En ég er samt eitthvað svona, svo mikið af þessu. Já, þú vilt fá eitthvað hrest og flott og svona einhvern sem er í stuði. Já, eitthvað svona flip og eitthvað sem getur verið með vesen. Já, hlusta aðeins núna þá. Þetta lag er næsta laugardag. Þessi kallar sig The Herb Machine. Ok. Kannski betur þekktu sem Herbert Guðmundsson. Ok. Er þetta lagið hans? Já. Þetta er á laugardaginn, kallið minn. Og það er allir að fara að ringja í 999 og leit. Ímyndar að hafa þetta á sviðinu. Ok. Sér ekki fyrir þér. Það er mæ, ógeðslega gott viður úti. Þú heldur á einum köldum, bestu vinnin er heima þegar í Eurovision party. Já. Og þetta er í sjónvarpinu. Og líka myndin af fólkjunni þetta sem er að keppa í Eurovision. Það er allir inn á vefnum. Hann er einu maður sem er sólglir á myndinni sinni. Veistu akkur að, þenni er popstjarna. Hann veit hvað hann að gera. Já. Það má ekki gleyma því að Herbert Guðmundsson með frábæru rödd. Heyrðu þetta? Það heyrðist bara hér. Og svo.
Ég er að heyra þetta lagið þriðja sinn og ég byrjar að vakka með því strax. Líka Herbert Guðmundsson, þetta er maður með reynslu, kann að vera á sviði, búinn að árita plaggöt síðan hann var 11 ára, sko. Já, ég bara, veist, hann bjó í bökkunum, sko, ég var í Breiðholtinu. Maður bara, Herbert Guðmundsson er út í sjoppu, hann bara fór allir út. Já. Hann er bara þannig stjarnan. Og mér finnst það bara ótrúlegt að þessi maður skulle aldrei hafa farið fyrir Íslands hönd í Eurovision. Ég sér hann líka bara fyrir hvernig hann á eftir að tækla pressuna þarna úti. Tækla pressuna? Ímyndaði bara, þegar þetta byrjar. Það er lag sem allir geta sungið með. Eilífa ást. Já, þannig að þetta er flott. FM 95 Blöð hvetur alltaf til þess að ringja í númerið 99901 á laugardaginn kemur því að við viljum fá The Herb Machine, Big Herb út, það er bara þannig. Já, hann ætlar að koma sterkur inn. Þetta er líka þannig, þetta er svona daldi Europop. Já. Svona eitthvað popdrasl. Þetta er eins og hann segir, það er dundrandi bassi í þessu þetta. Já, dundrandi bassi. Já, og þetta er svona, þetta er 80s í bland við, þú veist, gott tekno, þetta er eiginlega bara allur pakkin. Já, hann náttúrulega bara saminar allar tónlistastöfnur í heiminum, hann er Herbert. Það verður líka, þú veist, bara hvað er gaman að fylgjast með Heppa líka bara á, þú veist, blaðamannafundum. Þetta er maður sem getur, sko, hann er að blása á sér bara hárið niður í sporthúsi. Maður er kannski að fara í Fólkhárin, eða ekki? Já, stundum. Og maður er kannski að leiðin inn í sturtu. Þá allt í hennu brýst hann bara í söng. Bara maður bara, wow, hvað er að gerast? Ímyndaður að hann er alltaf inn á blaðamannafundi úti og hann finnst eitthvað deyfð yfir hópnum. Hann hendi bara í lag. Já, hann bara stendur upp á borð og veður áfram. Já, hikar ekki við. Já, ég fíla þannig, sko, það er engar hömlur. Nei, og það er, veist, það er líka ekki... engin svona, þetta er blaðamannafundur, best að reyna að vera töff og cool. Vorum við skýtsamt? Heimur, maður fær ekki leið á þessu lagi. Þetta er bara að loka augunum og dansa. Já, þetta er bara, þú veist, Dancing with Tears in My Eyes. Já. Og þetta lag heitir Eilíð ástöð með Herberti Guðmundssoni. Þannig að, en eitthvað, hvað sagður? Þú vildi meina að flottast inga til að vera þarna Blár Ópal. Blár Ópal. Er það svona samkeppnin okkar? Já, nei, og Simbi líka, Simbi. Já. Það er gafan Breiðholt brjálæðingur, sko, sem að komast áfram síðast. Já, ok. Ég var í lopapeysunum með það. Já. En mér stöður líka gaman þegar að vera að tala við þetta í Grænaherbygginu svona, þetta er stemming. Já, mjög skemmtilegt, það var svona lifandi. Já. Herðu, fáum stuttar auglýsingar hérna félagarnir og komum svo tilbaka, en FM 95 Blöð stiður Herbert Guðmundsson í Eurovision. Megum við vera með svona áróður? Ég veit ekki, má þetta ekki? Ég veit ekki. Er ég að skita á mig með þetta? Nei, það er ofta eitthvað bannar með áróður fyrir keppni. Já, Herbert má ekki vera með áróður, megum við ekki bara sem aðdáendur hans? Er þetta að stoppa það fans eða? Nei. Og það er líka þannig þegar aðdáendur hans Heppa fara á stað. Þá er bara eins og þegar snjóbolti rúla niður brekku. Þetta er eins og verða fyrir lest. Hann á það dedicated fans, það er bara þannig. Það er hárið. Nú getur þú valið 8 tegundir af hambúrgurum. Hlöllamáðar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos, þú sækir minnstæna pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, það 5-8 því. Nei, ég meina 5-8-1-2-3-4-5. Pítupartí á Pítunni. Þessar milljónir vinna sig ekki sjálfar. Víkingalóttó, alltaf á miðvikudögum. Bátur mánaðarins og Subway er skinkubátur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. FM 95 Blöð er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótbollastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hits með F You Better. Þetta er bara hrikalegt. Nei, þetta er hressandi og þið erum að hlusta hérna á FM 957. Fyrir ykkur sem að, föttuðu það ekki. Klukkan er, verða 10 mínútur í 6 og við svo eppinu búin að vera hann síðan 4. Eldhressir. Alveg svona líka. Já, það er alltaf ferskleiki hér, en það eru núna 1500 EVE Online spilendur sveppi sem er að koma aftur núna inn í EVE Online heiminn eftir að forstjóri fyrirtækisins, þetta er náttúrulega íslenskt fyrirtæki. Alveg rétt, já, ég var að kíkja á það. Já, þau voru með einhver mótmæli og hann ákvaði að koma aðeins til móts við þau og nú að þannig að þau eru að koma aftur inn í leikin núna. Já. Og það stendur hérna
Það getur vist rosalegt sko, þetta líka hérna á ensku sko. Það sé stór hættulegt til þess að leiki þegar að koma svona verkföll því að þetta fljótt að smita frá sér því allir inn í þessum leik byrjar að þekkjast og ofta sammála hvað skal gera í þessum leikjum. Þetta svo way beyond me sko. Já, ég var að fjalla það í gær hérna, það að koma bleiur fyrir tölvuspilandi fólk af því að það heldur ekki saur. Það hefur ekki tíma til þess að fara á klósettið af því að svo upptekið World of Warcraft eða EVE Online. Nei. Jú, það að koma svona tölvubleiur sem eru svona fullorðinsbleiur, þannig að fólk getur bara mýið og skítið í sig. Ég var til í þannig, ekki endilega fyrir tölvunni, bara út... Ég var helst til í svoleiðis bleiur bara þegar ég var á þjóðhátíð. Já. Man nennir aldrei að fara á brekkunni og fara, og það er eitt að fara líka á kamar, sko. Þetta er lyktin sem að myndast þarna á sunnudegi inn á þessum ferðarklósettum á þjóðhátíð. Þetta ætti að vera pynting. Já, viltu frekar vera með skítinn bara í buxunum? Já, maður er fullur og ég flippi. Vel flippar á því að upp í brekku. Sko, ég er hérna inn á eveonline.com og þetta sko, með fullri virðingu fyrir þessu fyrirtæki, þetta er náttúrulega sjúklega flott, íslenskt og hrikalega vel gert. Bara tvílíkt töff. Ég myndi aldrei komast inn í þetta. Jú. Tekur smá tíma, svo ertu, veist... En hvað ertu að gera? Ég veit ekki eins og ég er inn á síðan, ég segjum sér svo, jæja, ástu mín, nú er ég komin inn á hérna EVE Online. Ég veit ekki eins og hvað ég á að gera, sko. Veist ekki hvað það að gera, þú bara skráið og byrjar að leika leikin. Hvað á maður að gera? Skjóta einhvern? Eða á ég að reyna að safna vopnum? Eða á ég að byggja búið til fjölskyldu? Nei, það er Sims. Það er heldur gaman. Ég held að það verður eitthvað fyrir mig. Ég get æft mig bara í Sims. Já, það er einlega leiðin fyrir þitt til að stofna fjölskyldu, kallar. Það er í Sims. Það veit hvað þetta er. Stelpan er veik. Sims fjölskylda mér. Það er eitthvað rauður hundar að ganga þarna á. Aldrei ekki að koma í bæinn helgina? Nei, það er pappahelgi. Nú, hvað mennar þú? Já, Sims, ég var að skilja við konuna minni í Sims. Spáði að það er fólk sem er að verða, það er fólk sem er það geðbiðilega í þessum tölvuleikjum að það á sér ekkert líf. Já. Það er eiginlega bara sorglegt að segja frá því, sko. Já, mér finnst alltaf, ég get nú leikið mér í tölvuleikjum alveg endalaust, sérstaklega einföldum tölvuleikjum. Já, það eru eiginlega flesti tölvuleikir og flóknir fyrir mig, sko. Já, en þetta, ég get aldrei svona sögt mér inn í þetta, sko. Nei, ekki svona rosalega, sko. En svo maður að sjá líka brota á netinu þar sem fólk, sko, það ekki bara trublast þegar þetta eftir út úr tölvuleiknum sínum. Ég sá einhvern gaurinn daginn sem smassaði bara plasmaskjánu sínum. Já, trillis, skjössanlega. Þarna eiga foreldrarnir náttúrulega stíga inn í, sko. Já, hver annar? Hver annar? Það er bara í þeirra höndum. Við sendum þetta beint í heimahagana. Já, það er eitthvað ramt í uppeldinu þarna. Já. Þá krakkarnir þín að spila tölvuleiki, Sofi? Nei, ég er svo vondur pappi þannig séð, sko. Ég held að þið Íris séu allt of anal, sko. Já, við erum mjög anal, sko. Lækka þetta, ég er að tala við. Nei, þetta er bara introið hérna. Það kannt ekki verið í útvarpi. Maður tekur smáður intro og svo byrja lagið. Já, ég er að fara að segja það sögum. Later. F957 klukkan er hins vegar að verða 6 sem þýðir að vaktin okkar sveppa er að ljúka þennan drottinn stýrar þriðju daginn. Hennar, getur við ekki einhvern veginn að fara í svona marathon útvarp? Marathon útvarp? Já, ok, við erum búist marga sólarhringa. Það var einu sinni svona marathon útvarp. Hann sopnaði bara fyrsta sólarhring. Áskip Páll. Það er fyndnast síðan á æfinni. Hann ætlaði að bæta heimsmet hann var bara sopnaði fyrir 5. Hann mátti sko, hann átti að vera í loftinu alltaf í klukkutíma og hann fekk alltaf 5 minútur á klukkutíma til að fara að pissa eða fá sér að borða eða whatever sko, hann var alltaf í loftinu. Já. Og það var vídeo á netinu, hann var alltaf að sopna, hann var náttúrulega svo þreyttur. Heldur við myndum endast? Hvað heldur við? Endast? Ég get verið í svona sólarhring hress. Heldur þú geti verið í útsendingu í heilan sólarhring? Myndur þú nenna þið? Þá ættu við eftir 22 tíma núna, sko. Já. Má hvað við hefðum líka ekki til að tala eftir svona 15-14 Já, við myndum náttúrulega undirbúa okkur. Já, undirbúa sig, hvað? Fyrir 24 tíma útsendingu? Já, ringja, opna þessi síman og klukkutíma fresti og vera með fréttir og búa. Það væri þetta gaman nóttina að heyra hverju var að hlusta til þess. Við varum náttúrulega ennþá bara í loftinu klukkan 5 nóttina. Og það var gaman að fá fólk inn á línuna þá og svona. Já, ég gerði þetta þegar ég var í FBA í gamla daga, sko. Þá var maður í útvarpinu, sko. Já. Byggust við svona svona FB útvarpsstöð, sko. Já. Þá varum við í loftinu nóttina að ringja í lið og svona. Ok, vel gert. Það er ennþá fyndið. Já.
Ef þú segir það. Herði, við erum búin að fara við Víðamöll í dag. Bubbi Mortens var í hitaklefa dagsins. Við byggum til okkar eigin, Hressa FM trailer og hringdu til Spánar og fleira, þannig að þið vonandi höfðu ég að gamna þessu við Pétur Jón Sigfússon verði mættir hérna á morgun klukkan 4. Þá karaoke-keppnin og góði gestur í okkur og fleira. Þannig að endilega stillin á FM 95 blöð. Rikki G-bletturinn er hérna rétt og mættur og Sveppi, ég var búin að lofa þér að spila eitthvað fyrir því í þættinum. Já. Heyrðu hvað er þetta hérna? Oh, baby, put the stomp, baby. Það er ekki oft sem að Rolling Stones eru spilaðir á FM 957. Þetta er indist. Það var bara ótrúlegt að þessu ekki menn konur hlaupandi hérna inn og ég er búin að lækka í þessu. Ég læsi. Já, læstu bara. Þetta lag er til einhverjum vinnu mínu sem er vel undir þumlinum að þessi mannesku. Ég ætla ekki að nefna neina. Takk að þetta fyrir hlustunum í dag. Hvað er í gangi hérna eiginlega? Auðvitað er þetta farinn. Hann hefur vantilega verið að spila þetta. Ég hef allavega ekki kynnt þetta út áður. Rolling Stones, Under My Thumb á FM 957. Hvað er í gangi hérna eiginlega? Þetta er skemmtilegt. Gaman að taka við svona maður og auðvitað er ekki einu svona í stúdíónu. Ég hef ekki hugmynd um þetta. Bara Stones-arðir á. Ég hins vegar ekkert á móti en einkennilegt lagafall. Ekki á hverjum degi sem heyri þetta á FM. En er ekki getið tekið við að FM 95 blöð við þér saman til klukkan 9 kvöld. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Þær eru að boxa sérsett bergbrjósta. Þannig þær eru bara berróan með boxhanskana og eru bara að boxa. Sem er bara svona létt box. Er eitthvað sem þú ert ekki sátt við, Erna? Ykkur? Já. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Þriðjudagstilboð Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58 12345. Hvað er með fotn í þessu? Húsþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gósi á aðeins 1095 krónur út mánuðinn. Hraðtilboð frá Icelandair. Amsterdam frá 16.900 og Oslo frá 14.900 krónum aðra leiðina með sköttum. Bókanlegt til hádegis á morgun. Bókanir og aðrar upplýsingar á icelandair.is.